Aron mættur aftur í Þór og jafntefli inn í fyrsta leik á móti Njarðvík, hvernig er svona stuðubröð? Já, svona úr því sem komið var þá fínt stig. Seinni hálfleikur, byrjun á seinni hálfleikur náttúrulega skelfileg á okkar hálfu. Hleypuðum svona nokkurn veginn inn í þetta, þú veist, með marki, ódýru marki en sýndu karakter að koma tilbaka vissulega. Það er margt meira sem býr í þessu Þórsliði heldur en við sýndum á köflum í dag. En samt sem áður, síðustu 20 getum við verið svona nokkuð sáttir. Við fórum á að sækja aðeins á það og pressuðum á herra og sköpuðum færi og vissulega Hilli bara hleypti okkur inn í leikinn kannski. Þannig að bara eins og ég segi, sterkt að ná fram stigi úr því sem komið var. En já, það var alltaf að vera komin 3-0 yfir eftir 5 mínútur. Já, það byrjaði ansi sterkt þarna en það er 0-0 í hálfleik. Fengu færi og það er jákvætt. Ég meina, Rafa fekk 2 þarna dauðafæri og veit að manna best að hann á að klára þau. En svo hleypum við bara kaflaskiptileikur. Já, en hvernig var svo tilfinningin að labba inn á völlinn? Mikil fagnaðarlæti og svona? Jú, eins og við vorum búin að tala að koma mér í stand og það ger ég með mínútum og bara virkilega gott að vera komin aftur inn á fótboltavöllinn á þess að finna fyrir einhverjum miklum verkum. Það tek ég svona jákvæð úr því sem fyrir svona persónulega. Já, bara gaman að voru margir í stúkunni og tóku vel á móti mér, auðvitað. Já, fleiri mínútur í næsta leik? Við höfum að skoða það bara, það er aðeins öðru undirlag í næsta leik, þannig að við höfum einhvern veginn að fara hægt og rólega af stað, þó að maður vilji náttúrulega gera meira og fá meiri mínútur, en ég get ekki farið fram á mér, sko. Já, og þú kemur hérna með laglegan kross hérna fyrir jöfnunarmarkinu? Já, bara gott að geta hjálpa liðinu til þess að ná í þetta stiga því að mér fannst við alveg eiga það skilið með færin sem við fengum í þessum leik þá áttum við alveg skilið klárlega stig úr þessum leik. Takk fyrir. Takk fyrir.